og Ísafirði. Já, komið sæl. Við höfum verið í vetrarskrúðaðirinn í landið allt að undanförnu en hann svona aðeins að breytast hjá okkur og við erum dálítið miklat svona töggur í veðrunum getum við sagt næstu daga. Við fengum alls konar veður í dag hér vestanlands og fengum bæði náttúrulega hvassviðri og slittur rigningu og snjókomu og jafnvel þegar skil voru farin yfir vestanlands síðdegis að þá snjóaði nokkuð drjúgt tíma. En það sem að gerast það að við erum að fá nokkuð öfluga lægði hér upp að landi þar að skrúa sig niður hér suður í hafi og viðvaranir í gildi fyrir næstu daga. Komum betur á því og eftir en við sjáum að þessar lægðir er að leita hér frá suðuri til norðurs og við fáum næstu lægði inn þegar líður á morgundaginn. Það verður bæði hvasst hjá okkur og tölugur úrkomi í þessu sunnan og vestan til á landinu. Fólki verður önnulag sem að mun skrúa sig niður næstu í kringu 20 millibör þá aðra nótt og hún getur gefa á sér mjög mikið hvassviðri hér vestan til á landinu á fyrirpart á laugardag. En það sem nú að keyra þessi kerfi áfram, það nú stóru bólu sem hérna yfir heimskauta hér yfir Norður Ameríku og jafnvel aðeins sunnar en svo og kalt loft að streyma hér út Atlantshafið og mæti þar hlýju hafrænu lofti. Og það keyrir þessar lægðir áfram af miklum krafti og lægðamyndanir. En ef við förum á stöðuna þá klukkan 19, við vorum náttúrulega með úrkomubakka hér yfir vestanverðu landinu megnið af deginum, en svo var hann klukkan 19 komið hér aðeins austur á bóginn og voru búin að vera hérna hríðarviðvaranir nokkuð víða hér sunnan og vestan til á landinu. En við sjáum að sábakki, hann leita nú bara hægt og bítandi austur eftir, gefur á sig góða úrkomu hér Suðausturlandi fram á nóttina, en áttin verður smá sem að suðla fer að þykna upp og hvessa þegar líður á morgundaginn og átta í fyrramálið en svo sem ekkert mikið farið að gerast, það svona komið þetta 10-15 metrar á sekundu hér á suðvesturhorninu og svona glitta í úrkomubakkan hér rétt vestur af landinu. Þannig að í fyrramálið klukkan 8 þá voru svona hitatölur í kringu 0 með suður- og vesturströndinni, aðeins meira frost í innsveitum norðaustan til, getur þá snjóa frá gamla bakkanum hér allra austast á landinu. En síðan bara fara leikar æsast getur við sagt, við sjáum að það þéttast þrýstilurinn yfir landinu, viðvaran fara að poppa inn hér á suðvesturhorninu í öðru landshlutum síðan meira líður á daginn og það nú flesta gular hvassviðris nema við Breiðafjörð og Miðhálendinu, þar þetta appelsínugul viðvörun og svo mun einnig gert ráð fyrir mikilli asahláku hér á Suðausturlandi og þar í rauninni appelsínugul viðvörun þess vegna. En hvað það sem orsakar þessar viðvaranir? Það náttúrulega bæði náttúrulega mjög hvass vindur og svo afar hvassa vindhviður sem geta á hálendinu var að ná þetta 55 metrum á sekundu og sérstaklega hér við Breiðafjörðinn þá getur þetta verið að slá í 45 en víðar getur þetta náttúrulega verið að fara í 35-40 metrum á sekundu og þá sérstaklega hér vestan til á landinu. Þannig að þróunin svona til áfram frá þessa viðvaranir, það rennur gildi á miðnætti en það viðvörunin gildi fyrir allt landið á laugardaginn. Það væntanlega eftir að breytast því að það kemur hér afar krappa lægð hér upp að vesturströndinni og við sjáum hér mjög svo hvassan vind, sunnanvind vestanmegin við lægðamiðjuna og svona spár ekki alveg búin að setjast með hver ferill lægðarinnar verður þannig að það gæti alveg breyst og haft áhrif á hver endalega útkoma verður en svona lítur þetta allan út núna að hveður geti verið að slá í 50 hér vestan til á landinu og það sérstaklega á norðaverðu Snæfellsnesi og 40-50 fjalla og við getum verið að fá meðalvind upp á 30 hér við vesturströnd landsins. Þannig að þessi krappa lægða, hún fer nú nokkuð hratt hjá og það svona róast veðri hjá okkur á laugardaginn og vissulega verður nú einhver úrkoma áfram en á sunnudaginn þá ætla næsta lægð að koma inn og það verður svona aðeins öðru karakter, hún aðeins austar samkvæmt spánni, það verður þessi austan eða norðaustanátt og tölur hvassviðri og tölur úrkoma í þessu einnig hér suðaustan til á landinu.
svo ætlar þetta að róast allt sér og hjá okkur þegar allan tíma á mánudaginn. En við förum betur yfir þetta seinni í kvöld, verið sæl.